setta hér á bæjarskrifstofunum á Reyðarfirði. Á dagskrá fundar í dag eru eftirfarin mál. Það er fundargerð í bæjarráðs númer 646, 47 og 48. Teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu ef engir hreyfa því andmælum. Eignaskipunar- og umhverfisnefndar númer 250, hafnastjórnar númer 234 og 235, sömuleiðis teknar saman til umræðu og atkvæðagreiðslu. Fræðslunefndar númer 78, Íþrótt- og tómstundanefndar númer 68, Menningar- og nýsköpunarnefndar númer 21 og Félagsmálanefndar númer 129. Þá eru hér svo nokkur önnur almenn mál. Það er fyrst fjárhagsáætlun 2019 viðauki 7 sem gerir ráð fyrir síðan loka viðauki þeirra fjárhagsáætlunar út frá verkefnum tengjast ljósleiðaraverkefnum og síðan skiptingu veikindapotts og fleira. Tillaga breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar vegna Heycliff á Kambanesi, verklagsreglur skóladagatala, reglur leikskóla og reglur skólahverfi umsókn og innritun í grunnskóla Fjarðabyggðar. Þannig að þá göngum við bara til dagskrár og orðið þá tökum hér fyrst til fundargerð bæjarráðs, áður taldar 3 og orðið laustið það er Eydís Ásbjörnsdóttir borðið, gerðu svo Eydís. Forseti, bæjarstjóri, ágætu bæjarfulltrúar. Hér liggja 3 fundargerðir bæjarráðs fyrir fundi og ég ætla að fara yfir nokkur atriði. Það er fundargerð bæjarráðs númer 646, liður 3 sem einnig máli tekið fyrir í fundargerð bæjarráðs 647. En það er vottun gervigrasi á Fjarðabyggðarhöllinni, en tekið var fyrir minnisblað íþrótta- og tómstundafulltrúa gervigrasið á höllinni ásamt fyrirliggjandi úttekt á Fjarðabyggðarhöllinni sem gerð var á Knattspyrnusambandi Íslands. En niðurstöður af þeirri úttekt eru meðal annars að gervigrasið á leikvellinum er talið óviðunandi og mjög slitið og víð á göt. Viðgerðir sem skapa hættu fyrir leikmenn ásamt athugasemdum. Þetta hefur verið rætt á fundum eignaskipunar- og umhverfisnefndar númer 250 og svo aftur í bæjarráði eins og kom inn áðan, fundi 647. Í kjölfarið hefur eignaskipunar- og umhverfisnefnd fjallað aftur málið á fundi sínum núna síðasta mánudag, á fundi númer 251 og fól þá sviðsstjóra framkvæmdasviðs að fara yfir framkvæmdaráætlun og skoða hvort að svigrúm finnist þar fyrir því að fara að leggja þá gervigras á Fjarðabyggðarhöllina. Þetta mál er því í gangi hjá eignaskipunar- og umhverfisnefnd og er ekki komið sem sagt til afgreiðslu hér í bæjarráði. Og einnig bíðum við eftir heildarúttekt mannvits á Fjarðabyggðarhöllinni og svo skýrsla fyrir vonandi að skila sér hérna inn. Það er liður 10 sem er fundargerð. Það var fyrirspurnum eflingu innviða til skemmri og lengri tíma. Aðgerðahópur ráðuneytanna hefur sem sagt óskað eftir upplýsingum frá landshlutarsamtökum og sveitarfélögum stöðu innviða og ég ætla að lesa hérna upp eftirfarandi bókun bæjarráðs. Bæjarráð Fjarðabyggðar leggur þunga áherslu á það við ríkisvaldið að farið verði í heildstæða greiningu á innviðum landsins og því sem fór úrskeiðis í illvirði því sem gekk yfir landi í desember síðastliðnum. Á grundvelli þeirra greiningar þarf svo að ráðast strax í endurbætur á flutningskerfi raforku, varafli og öryggisfjarskiptum með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi og að allir íbúar landsins sitji við sama borð hvað varðar grundvallar lífskjör. Í því samhengi birtist einnig nauðsyn þess að raforkusframleiðsla og dreifing raforku sé í opinberri eigu og slaka verði á hagnaðarkröfum til að fyrirtækin geti byggt upp varaafl og haldi út í mannskap sem allt land til að takast á við erfiðar aðstæður því áðurnefnt óveður er ekki einsdæmi. Slík veður hafa komið áður og munu koma aftur í framtíðinni. Í framhaldinu samþykkti bæjarráð að fela atvinnu- og þróunarstjóra og sviðsstjóra framkvæmdasviðs að taka saman og senda greinargerð innviði Fjarðabyggðar. Liður 12, upplýsingatæknimál, innleiðing á OnComplain. Það er sem sagt ábendingakerfi sveitarfélagsins var opnað formlega á þessum bæjarráðsfundi og
og við vonum það að þetta verði með skilvirkara kerfi og auðveldi íbúum að koma að vera í sambandi við stjórnsýsluna. Og ég held að hann fengi mjög jákvæð viðbrögð af því sem komið er. Fundargerð 647, liður 1, nýr stjórnandi fjölskylduráðgjafar og barnaverndar kom inn á fund bæjarráðs og kynnti sig og fór yfir svona framtíðarsýn á málaflokkinn og það sem framundan er, og ég bið Óskar enn og aftur velkomin til starfa. Liður 8 það er snjóflóðin á Vestfjörðum og óhljóðavarnir, og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa bókun Bæjarráð Fjarðabyggðar sendir íbúum Flateyrar, Suðureyrar og Vestfirðingum öllum hlýjar kveðjur vegna snjóflóðanna í liðinni viku. Mikil mildi var að ekki var manntjón en ljóst er að eignatjón er mikið. Þá leið er ánægilegt að sjá að ofanflóðavarnir stóðust áraunina og skiptu sköpum í að verja byggðina á Flateyri og sýndu þannig hversu ómetanlegar þær framkvæmdir eru fyrir samfélagin sem búa við náttúruvá eins og ofanflóð. Bæjaryfirvöld í Fjarðabyggð hafa bent á og barist fyrir því langt árabil að framkvæmdum við ofanflóðavarnir sé framhaldið og farið eftir lögum þarum. Núgildandi lög kveða á að vörnum sé lokið á þessu ári en langt í frá að því sé lokið. Það er algjörlega ólíðandi að fjármagn sem aflað hefur verið í ofanflóðasjóð frá upphafi hafi ekki verið nýtt til uppbyggingar ofanflóðamannvirkja og við það verður ekki unað lengur. Því áréttar Bæjarráð Fjarðabyggðar enn einu sinni við stjórnvöld að nú verður að setja kraft í uppbyggingu mannvirkja og áætlun slíkt þarf að koma fram strax. Kannski minnist það bara í framhaldinu bara ítreka það eins og þið vitið sem hér sitja. Við höfum marg ítrekað við stjórnvöld og fleiri að og þrýsta það að halda áfram ofanflóða mannvirkjum og þessi kláruð, en hefur þetta verið bara mikið rof í þeim framkvæmdum. En seinustu misseri hefur bara verið lítið hlustað á okkur og fengið litla áheyrn, en núna er verið að fara að byrja á 3. garðinum í Neskustað og vonandi, og við viljum bara trúa því að það verið farið í þann 4. strax í framhaldinu. Það er búið að ljúka við 3 árfarvegi á Eskifirði af 5 og einnig hefur verið farið í framkvæmdir í vörnum gegn Krapaflóði á Fáskrúðsfirði. En fjármagnið á að vera til að halda þessum ofanflóðavörnum áfram í ríkissjóði og áframhaldandi fjármagn á einnig vera tryggt svo hægt sé að klára þessar framkvæmdir. Og svo kemur hann í yfirlýsingunni að það átti að vera búið, en í upphaflegu áætlun átti að vera búið af þessum vörnum á landsvísu 2010 og því var svo frestað til 2020, en við sjáum það að það er ekki að fara, að því mun ekki ljúka þá. En núna fengum við öll viðvörum og þegar snjóflóðin féllu á Flateyri og Suðureyri fyrir mánuðinum og þeim mikilvæg lukku varð ekki manntjón í þeim flóðum. Liður 15, fulltrúar samtaka fyrirtæki í velferðarþjónustu komu á fund bæjarráðs ásamt formanni félagsmálanefndar Hjördísi Helgu og fjármálastjóra og framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilana Ragnari Sigurðssyni. Og þau komu og kynntu starfsemi sína og þau helstu málefni sem þau eru að vinna að. Þau fóru það erfið stöðu sem er uppi á rekstri hjúkrunarheimilana og erfið samskipti við heilbrigðisyfirvöld til að bregðast við þeim vanda. Og verðt að taka fram að það er ábyrgð ríkisins að sinna heilbrigðisþjónustunni. En heimsókn þeirra var mjög upplýsandi og ánægjuleg. Og fundargerð 648 og liður 1. Við ætlum að innleiða aukna upplýsingagjöf stöðu framkvæmda og kostnaðar hjá sveitarfélaginu og við erum að þróa þá vinnu áfram.
Og liður 2 í þeirri fundagerð hafa framlagt erindi umboðsmanns Alþingis varðandi jafnræðisreglu stjórnsýslulaga og bæjarstjóra var falið að svara erindinu og hann mun koma hér upp á eftir og fara betur yfir það mál. Takk fyrir. Takk fyrir Eydís. Orðið laust. Karl Óttar Pétursson bæjarstjóri beðum orðið. Gerðu svo vel, Karl. Forseti, góði bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir sem heiður okkur með nærveru sinni. Ég ætla að fara yfir bara rétt aðeins, það er svo sem verið fjallað það allavega hjá RÚV erindi frá umboðsmanni Alþingis vegna sölu á rafveitu Reyðarfjarðar. Það sem sagt leitaði einstaklingu til umboðsmanns Alþingis með kvörtun vegna sölunar og þar voru svona nokkur atriði en eitt atriði sem umboðsmaður heggur eftir þar er að þetta hafi verið gert í lokuðu ferli. Og það vekur áhuga umboðsmanns Alþingis vegna þess að hann hefur haft til skoðunar nokkuð skeið mál sem lúta að meðferð og ráðstöfun eignarhluta sveitarfélaga í fyrirtækin sem þau hafa eignaraðild að. Hann og samkeppni gæti ríkt hann vísa síðan í álit sem hann er með frá 28. desember 2006 sem hann kvað upp í máli varðandi námuréttindi fyrir norðan þar sem að hann taldi að hann sem sagt komst að niðurstöðu að þetta var ekki stjórnvaldsákvörðun að selja eignarréttarlega hluti en að óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar giltu málið mögulega og hann er sem sagt þá núna í gangi með erindi þar sem hann ætlar að sýna fram á það eða skoða það þessar óskráðu reglur stjórnsýsluréttar gangi fram að 78. grein stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og við þá vinnu vill hann að fá gögn frá okkur varðandi okkar sölu. Þannig að það er ekki verið að skoða söluna á rafveitu Reyðarfjarðar sérstaklega heldur bara þessar óskráðu reglur væntanlega þá með þetta álit sem hann vísar í. Og þá hvort að þessar óskráðu reglur með einhverjum hætti takmarki rétt sveitarfélaga því að það er hægt að takmarka rétt sveitarfélaga með lögum til að ráðstafa réttindum sem þessum. Hann áskilur sér samt rétt til þess að komi fram tilefni síðar í málinu að taka þessa stjórnsýslu fjarðabyggðar í málinu til skoðunar. En eins og ég segi þá beinist þetta ekki sérstaklega að þessu máli, þessu komnu máli að minnsta kosti. Takk fyrir. Takk fyrir Karl. Orðið laust. Ragnar Sigurðsson gerðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Örlítið inn á það sem að Karl Óttar kom hér inn á. Varðandi athugun umboðsmanns Alþingis. Þá hjó ég eftir, ég var nú svo upptekinn af efnisatriðum bréfsins sem að ég deili nú ekki hér á það sem að Karl kom inn á. En bréfið var móttekið 9. janúar. Og það líða hér 2 bæjarráðsfundir þar til að bæjarráðsfundur tekur máli til afgreiðslu. Nú bara svona örstutt fyrirspurn, af hvað ástæðan það stendur? Takk fyrir Ragnar. Bæjarstjóri, þú? Já, ég get svo sem að Svara. Ég hef nú bara að játa það, ég þekki ekki þá ástæðu, þetta bréf kom þegar bara eins og við fljótt og við vissum af því til. Þetta benda á stjórnsýslufulltrúi kom náttúrulega í leyfi og ég mætti ekki á svæðið fyrir Já. 20. janúar. Já. Takk fyrir það. Við erum hérna komið með nýjan Gulla sem leysir Gulla af en hann er sem sagt farin í frí í nám, suður og það liðið með 2 vikur. Takk fyrir það. Takk fyrir Karl. Orðið laust, ég ætla að fá að kveða með hljóðs hér einnig undir fundargerðum Bæjarráðs og bara komin á örfáa liði, svo sem kannski á svipuðum slóðum og formaður Bæjarráðs hér áðan.
En kannski aðeins að bendum lið 6 í fundargerð 646 sem fellar að sumaropnum í bókasöfnum Fjarðabyggðar, bara sem áður hefur rætt svo sem við inni, að við höfum sett okkur það markmið jafnlega því sem við settum gerðum afnóta bókasöfnum okkar gjaldfrjáls nú á nýju ári, að þá leið tókum við þá ákvörðun að við ætlum að hafa sumaropnun núna, en langt skeið höfum við lokað bókasöfnunum þetta 6, 7, 8 vikna skeið á sumri, svona eftir hversu mikil frítökurétt starfsmenn haft. Það teljum að við viljum þetta standa vel að málum sem tengjast náttúrulega lestri í Fjarðabyggð, hvað sem fyrir unga sem aldna, og næsta sumar verði opinn, svona lágmarksopnun á öllum stöðum, líkt og reyndar verið hefur á Breiðdal í gegnum tíðina. Og ég mjög ánægður með þetta og vona að þetta verði vel nýtt, því að við höfum fengið að heyra það frá notendum bókasafnanna að þeir sakna þess að sumurinn geti ekki nýtt tök sem skildi, og útlánatölur gefa þetta kynna að þau eru bara vel nýtt. Þetta misjafnlega milli hverfa, en heilt yfir erum við með góða notkun á bókasafninu okkar. Ég er líka hvet bæjarfulltrúa að við lið 8 orkumarkaðar í mótun. Þetta fundur sem var haldinn með Landsvirkjun og greiningafyrirtækinu CRU. Þessi fundur á netinu. Það menn ekki hort á streymið, hún var streymt og settur hún á YouTube rás Landsvirkjunar. Ég hvet fólk til að kynna sér efni þessa fundar. Af því að þetta náttúrulega tengist greining á þessum alþjóðamörkum og þetta tengist okkar samfélagi líka. Við erum hér með stórt alþjóðlegt fyrirtæki og þetta var svona áhugavert í að það eru heilmiklar áskoranir sem iðnaður á Vesturlöndum og svo sem víðar, en sérstaklega Vesturlöndum glími við þessar mundir. Þannig ég hvet fólk til að kynna sér efni hans vel, því að það skýrir svona kannski vel stöðun eins og hún í dag. Ég hvet líka að bæjarfulltrúar til að kynna sér drög að reglugerðum sem þarna eru í lið 9, 3 reglugerðum fiskeldi sjóð, útboð eldissvæða. Það var vel og þakka fyrir svör sem bæjarstjóri og atvinnu- og þróunarstjóri unnu. Þau voru mjög afgerandi, tel ég, á þann hátt sem snýr að því sem við höfum gagnrýnt í þessum reglugerðum. Sérstaklega hvað varðar náttúrulega þessa gjaldtöku heimild sem þarna innleidd og þannig fiskeldi sjóð. Við höfum svo sem áður komið því á framfæri að sé slíkt undir þá sé óþarf að finna hér upp nýtt kerfi. Í Noregi til ágætis kerfi sem snýr að sveitarfélögunum. Fiskeldisfyrirtækin, ég get nú verið nokkuð viss það, ég hef heyrt það á þeim að þau telja það kerfi ákjósanlegt líka, sé gjaldtaka. En að þessi aðferð sem nú sett upp að hér renni inn í sameiningu svo við eigum svo að snúa okkur að þeim sjóði. Mér finnst þetta vera að búa til óþarfa flækjustig hluti. Það frekar að það sé þannig að þau samfélög sem fiskeldið hýsa, þau njóti þá þeirra, sé gjaldtaka þá, að það sé þá gert með ákveðnum skiptareglum, en þessi aðferð finnst mér mjög sérstök. Þetta svona kannski gegnumgangandi í okkar umsóknum, en svona fleira sem við bendum á í þessum efnum. En þetta svona kannski hvað sem mann finnst svona hvað furðulegast, og ég svo sem verða að viðurkenna það að með þá fyrirmynd sem við höfum á næsta norræna ríki sem við kennum okkur nú við í stjórnkerfi og svona lífsgæðum, viljum við saman okkur við Norðurlöndin að við getum hefðum ekki tekið kannski fleira þaðan í tengslu þess að nýja atvinnugrein sem við þetta viljum standa hér, höfum vilja vinna með og ætlum okkur að til framtíðar. Það svo sem fátt annað að segja. Formaður Bæjarráðs fór hér yfir þessa bókum Bæjarráðs með eflingu innviða. Það vonandi út úr þessu komið mjög svona skýr aðgerðaáætlun hjá ríkisvaldinu. Við þurfum að horfa til þess hér að það varafl á einum stað eftir. Við reyndar sluppum náttúrulega óskaplega vel út úr þessu óveðri sem yfir landi dundi í desember. En enga síður fundum við fyrir því að hér fór rafmagnum, þó var þetta skamman tíma og var erfitt að koma inn, sem tengdist nú einhverjum óstöðuleika meira á kerfinu heldur en ekki náttúru eða veðurfari. En það þetta athugunarvert eins og hefur komið fram með heilsugæslur og fleira. Sjúkrahúsið, umdæmi sjúkrahúsið með auka rafmagn. Það tilkomið vegna sveitafélagsins. Sveitafélagi gaf það fyrir nokkrum árum. Þá rafstuð sem þar tekur við, rafmagn fyrir út og keyrir þá byggingar, þær byggingar sem þær eru. Og ég bendi á eins og þegar að vera að benda á Norðurlandi að það var skorti víða mjög á varafl
og við þurfum að horfa líka til hjúkrunarheimilun okkar og þetta, alls þess í leiðinni að þetta sé, þessar stofnanir séu tryggar með sína þjónustu. Aðeins hérna lið 11, ég hef nú komið framfæri það, við fengum fundarboð til að boða til fundar með stofnaðalum og hússtjórnarskólum og Hallormsstað. Við erum þetta ekki stofnaðalinn frekar heldur en Fljótsdalshérað, en við fengum boð þessi stöðu sveitarfélög. Það verður nú bara misprestur á að okkar fulltrúi kom ekki, en ég hef rætt við forsvarsmenn og Fljótsdalshérað og skýrt þeim á hverju það var, en þarna er svona verið að fara yfir, það er mjög erfið rekstrarstaða á Hallormsstaðaskóla, hússtjórnarskólan, eða þeim rekstri og svona hann er í mikill óvissu nú hvernig verður á því haldið. Þannig að við höfum svo sagt að við bara fylgjumst með eins og Fljótsdalshérað og fáum að heyra hvernig það verður unnið. Og það var svo sem tekið fyrir líka á stjórnarfundi SSA sem er einnast SSA tengi stofnaðalunum í þessu. Það er ekki við neinu svona bæta við átt af snjóflóðin og ofanflóðavarnir. Það er búið að fara í gegnum það hér svo árum skiptir. Alla þá vinnu sem við höfum lagt á okkur, allavega getið talað frá 2010 að koma þessum málum á stað. Fengur náttúrulega eins og á að vera búið að gera þessu lög og samkvæmt. Það er búið að ljúka Fáskrúðsfirði, það var minniháttar framkvæmd en mjög nauðsynleg í Krabbavörnum. Það náðist loks að hefja varnir við árfarvegan á Eskifirði, en það er alveg ótrúlega, það get ekki haldið þeirri samfellu að ljúka þeim, það eru 2 eftir. Að hafa ekki getað tryggt það fjármagn sem þurfti til þess að reka það verkefni og klára það, heldur að láta svona langt líða á milli, því að þetta er líka heilmikið raskin í samfélögum fólks og það er gott að geta unnið þetta samfellt. Þá ekki síður með Garðanót á Norðfirði, þar sem við biðum margra ára skeið frá Garði 1 til Garðanót til að hóst vinna við Garð 2. Aftur kom þetta rofi, nú er Garður 3. Útlit fyrir ekki verið að fara af stað með Garð 4 sem þyrftir hún að vera samhliða seinni hluta Garðs 3. Ég vona að þetta verði til þess núna, það allavega voru töluvert önnur svör að heyra í fjölmiðlum á þeim sem að fjármagninu koma og stýra því, að það sé skilningur því að það renni orðið á eðlilegum hraða út úr sjóðunum, því að það er það sem við höfum bent á árabil. Þessi sjóður er full fjármagnaður út af þeim verkefnum sem á að standa undir og það hefur ekkert skort á það, hefur skort á það að það hefur hægt að greiða út úr honum, sem er vegna þess að hann er bundinn inn í ríkissjóði en ekki eins og var áður á sérstökum reikningi og var náttúrulega notaður árabil í þenslunni fyrir hrun sem einhver sveiflujöfnun og dreigju og framkvæmdum ofanflóðasjóðs til að minnka þenslun á Íslandi. En það voru líka ár sem þenslan hefur nú ekki verið vandamál og það hefur verið afskaplega gott að þetta væri keyrt þá á fullum krafti. En við vonum að þetta sé að þetta horfið til betri. Við allavega komið núna í febrúar frá ráðunautum sem fara með þessi mál, áætlunum hvernig þetta sé reikið, en við leggjum á það höfuðáherslu að ljúka ofanflóðavörnum á Norðfirði og Eskifirði og í því sé samfella. Síðan svo sem bara aðeins í tengslum við lið 10, það er sem sagt komið á okkur í Vínabæjarkeðju þeirri sem við höfum Fjarðabyggð hefur verið í frá upphafi og var áður Neskaupstaður var áður í, sem eru Vínabæjar okkar á Norðurlöndunum, Jökulskilna, Eskilstuna, Stavanger og Esbjerg. Það er komið að móti þar sem er haldið á 2 ára fresti að það sem er, og það verður núna hjá okkur í Fjarðabyggð á vori komanda. Við höfum sendt út boðum að þetta verði í maí. Við heldum síðast árið 2010, tökum á móti og við höfum verið að horfa til og horfum kannski til þess að það verði svona hort til háskólanáms þarna sérstaklega. Já, við erum svo heppin að einn á okkar vinabæði með að Borgum, Jökulskilna er einn mesta skólaborg Finnlands. Þannig að það er eitt af þeim málum sem við munum örugglega nota tækifæri á ræðum, en það er þessi fundir geta margt verið mjög áhugaverðir og samstarf okkar hefur skilað heilmiklu í gegnum tíðina. Þá mann finnst þetta ósýnilegt og velti fyrir sig hvað það felur í sér. Þá hugsa ég samt á sliðnum árum getum við farið mjög ítarlega við það að þetta samband hefur gert það verkum að við fengið bæði upplýsingar og aðstöðu til að kynna okkur ýmis mál í gegnum okkar vinabæði, bæði Stavanger og Finnland og Jökulskilna í Finnlandi, sem við hefðum ekki getað nýtt okkur ef við hefðum ekki verið í þessu samskiptum. Þannig ég held að þetta hafi skilað mörgu, þó að megi örugglega alltaf skila meiru og gera það betra og aðlaga það að nútímanum.
En það var ekki fleira, orðið laust Fundargerði Bæjarráðs. Einar Már. Forseti, örfá orðum Fundargerðir Bæjarráðs. Það er varðandi fyrirspurnum eflingu innviða. Þetta er auðvitað býsna stórt mál þegar litið er svona fram í tíman. Þessi beiðni kom frá þessum ágæta aðgerðarhópi ráðuneytana til sambands sveitafélaga á Austurlandi sem sendi síðan áfram á sveitafélögin og sem betur fer brugðust þau öll við og úr þessu varð býsna mikil greinagerð sem að fór áfram. Ýmislegt vekur athygli þegar að þetta máli skoðað svona í heild. Það eru í raun og veru fleiri því miður veikir blettir hjá okkur heldur maður hefði haldið í upphafi. Það er mikilvægt að það sé komið svona heildar mynd á þetta og vonandi verður þetta og það auðvitað þakkarvert að það sé brugðist á þennan hátt við þó að það hefði auðvitað eins og oft áður mátt vera gert fyrr. En það sem að vekur sérstaka athygli mína er kannski tvennt fyrir auðvitað svona einstaka atriði sem menn geta kynnt sér auðvitað bara í þessari greinagerð sem er auðvitað í fundargerð stjórnar sambands sveitafélaga þegar hún verður komin eftir einhverja daga. Það er það að það virðist ekki vera alveg fyllilega ljóst hvert er starfsvið almannavarnanefnda. Það er auðvitað afar sérstakt. Þannig að það er meðan hans vakin athygli á því í greinagerðinni að það þurfi að fara vel yfir þau mál og það þurfi að vera algjörlega skýrt hvert er hlutverk almannavarnanefnda þannig að þær geti undirbúið sig og verið klárar á því til hvers er af þeim ætlast. Síðan er það þannig að áhættu mat sem hefur verið unnið fyrir Austurland það verðist ekki að verið uppfært reglulega. Þannig að það er til dæmis spurningin, er það verkefni almannavarnanefnda eða hvers verkefni er það? Það kemur til dæmis bara í ljós sem er afar sérstakt að það skulle vera send beiðnum þetta frá hópnum til sambands sveitafélaga og það þurfti að bregðast við þessu bara á raunverulega ótrúlega stuttum tíma því að það var ekki gefin langur tími, það er eins og þau eru gert ráð fyrir að þetta væri allt saman til, en það þurfti bara að safna þessu saman. Maður hefði talið eðlilegt að þetta væri bara hreinlega sendt á almannavarnanefnd sem er ein fyrir svæðið allt og þar væri þetta bara allt saman til, en það var ekki allir þannig. Heldur þurfti að safna þessu saman, héðan og þaðan og koma þessu saman. En þetta er allavega til núna og það er þetta mikilvægt að þessu fylgt eftir og það munum við að sjálfsögðu gera. Í bæjarráðsfundi 647 er meðal annars heimsókn samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu. Það vekur sérstaka athygli mína og athygli okkar sem sátum stjórnarfund sambands sveitafélaga á Austurland á Vopnafirði fyrir nokkurum dögum þar sem meðal annars þessi mál komið til umræðu. Það er að segja að þessi samtök eru svona uppistöðu til eðlilega rekin af hennum stóru einingum sem eru fyrst og fremst auðvitað óhagnaðardrifin fyrirtæki sem eru að reka stóru einingar en svo eru sveitafélögum vítt breytt land að reka alls konar gerðir af þessari þjónustu og það hallar verulega á eins og við þekkjum bara hér hjá okkur og það voru nefnd dæmi á Opnafirði líka slíkt og þá veltir maður því upp hvort að það sé ekki eðlilegt að sveitarfélögin myndi einhvers konar bandalag sín á milli í þessu geta verið áfram inn í enginn að tala að fara út úr hinnum samtökunum heldur að það sé kannski mynda einhvað þrýstið innan þeirra þar sem þetta er tekið saman og það er auðvitað spurning og ég tel að og af því að það var svo heppilegt að þessu fundi var fulltrúi okkar í stjórn sambandíska sveitafélaga að þessu verði fylgt eftir á þeim vettvangi var eðlilegt að sambandíska sveitafélaga auðvitað tæki þetta mál upp og kannaði það hvort þetta sé raunhæft að safna saman einhverjum upplýsingum eða mynda einhver samtök sem sagt þessara fyrirtæki velferðarþjónustu sem sveitafélögin er að reka. Nú varðandi síðan fundargerðina á þriðju þegar fundargerð fundar 648 þá er það þessi beiðni frá umboðsmanni Alþingi sem að mér finnst bara að vera hennu góðu, sýnir að þar er verið að vinna mikilvæg verk að velta fyrir sér hvernig bæta megi stjórnsýsluna, bæði hjá sveitafélögum og hennu opinbera. Þá kemur upp í huga minn mál sem að ég vona sé í ferli hjá okkur og verði vonandi fljótlega tilbúið til að senda til umboðsmanns Alþingis.
vegna þess að meðferð sjávarútvegsráðuneytisins núna í gegnum tíðina á úthlutun byggðakvóta með eindæmum. Og það náttúrulega ekki forsvaranlegt að það sé ekki einhvert sveitarfélag sem gerir athugasemd við þau vinnubrögð og ég held að við höfum nægt efni til þess að senda þeim slíka beiðni og þið sjáu það brugðist við þar býsna snöggt. Það einn einstaklingur sem sendir inn og það vakin athygli, en ef að sveitarfélag sendi inn slíka athugasemd þá ég viss það að það brugðist mjög snörlega við og þó að það sé ljóst að fara yfir þá vinnu, ég veit ekki hvað mörg ára aftur í tíman, stjórnsýslu sjávarútvegsráðuneytisins, að það auðvitað hellingsvinna, en bara það að umboðsmaður Alþingis færi að skoða það mál, það held ég að væri, já, bara þó ég taki ekki mjög sterkt til orða, en afar nauðsynlegt. Þakkaði fyrir hérna Ragnar Sigurðsson upp morðið. Afsakið, gerðist fyrir Ragnar. Bæjarfulltrúar og aðrir fundamenn, fundargerð 647, það mál sem Einar talaði varðandi lið 215 heimsókn forsvarsmanna samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og því ég þekki nú málið nokkuð vel og þarna reglulegur gestur á fundum samtakana. Það svona til þess að skýra það út að þá gagnvart þeim samningum sem hafa nýlega verið gerðir og hjúkrunarheimili landsins voru nauðbeygð í því að skrifa undir þann samning þar sem að það voru greiðslur á fjárlögum sem að öðrum kosti hefðu dagað uppi og ekki komið til greiðslu að þá var það þannig að samtökin ásamt sambandi íslenskra sveitarfélaga voru samstíga í þeim samningum og hafa verið á undanförnum mánuðum að efla samstarfið sín á milli og ég held að það væri einfallega bara ómikið flækjustig að vera að búa til annað batteri þar sem að hjúkrunarheimili innan sveitarfélaga væru saman á vettvangi vegna þess að þau eru flest þarna innan búðar og upplýsingar fara vel á milli og þarna til dæmis mjög mikil vinna þar sem að lítil hjúkrunarheimili eða svona þau sem eru minni en þau sem eru á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri eru í samstarfi og það eru allt saman hjúkrunarheimili á vegum sveitarfélaga. Þar verið að bera saman rekstrargrunn heimilana, mönnunarmódel og alla aðkeypta þjónustu. Þetta mjög gagnsæ og góð vinna sem þarna fer fram og mjög mikilvæg fyrir hjúkrunarheimilin og hjúkrunarheimili Fjarðabyggðar eru aðilar að samtökum fyrirtæki velferðarþjónustu og fáum allar þessar upplýsingar, gagnast okkur gríðarlega vel og gagnast líka samband íslenskra sveitarfélaga mjög vel og það var mjög gott að finna þann samtakamátt sem var á vegum samtaka fyrirtæki velferðarþjónustu og sambands íslenskra sveitarfélaga í nýgerðum þjónustusamningi við Sjúkratryggingar Íslands. Fyrir Ragnar, orðið laust, Einar Már, höfum orðið, Gerðsson Einar Már. Forseti, bara taka það fram að ég var ekkert að gagnrýna þá vinnu og eins og Ragnar sagði hérna góðu vinnu sem að samtök fyrirtæki velferðarþjónustu hafa unnið, aðeins að velta því upp hvort að hlutur sveitarfélagana væri nægjanlega tryggður. Það augljóst mál að síðasti samningur í raun nauðungarsamningur, þar sé það var ekkert annað að gera heldur en að skrifa undir hann en það hallar auðvitað verulega á og það náttúrulega hlutur og ég sitt í samhengi við samskipti ríkis og sveitarfélaga. Það auðvitað ekki boðlegt ár eftir ár að sveitarfélögin séu raun og veru að taka sér verkefni með samningum við ríkið og ríkið geti leyft sér það að stilla sveitarfélögunum upp í vegg og það verður að gera samning og það liggur fyrir þegar samningun gerður að sveitarfélögin þurfa að borga með samningnum. Það bara þetta ekki að vera boðlegt. Þannig að það sem ég að velta fyrir mér einhver önnur hugsanleið til viðbótar bara til þess að reyna að ná þessu jafnvægi sem auðvitað nauðsynlegt og þetta því miður á fleiri sviðum, þetta ekki bara eitt. Þannig að það spurningin með, eins og við vitum, þessa merku Jónsmessu nefnd sem í þessum málum að vinna
sjá sem að ýmist að vinna eða ekki að vinna, það sé að ýmist fundað eða ekki fundað, það svona fer eftir ýmsu. Við vitum að það var náttúrulega langt hlé á fundunefndarinnar þegar að ætlunum var að gera breytingar á jöfnunarsjóðnum sem betur verið gengur tilbaka. En þetta auðvitað áhyggjuefni sem við þurfum að beita bara öllum bróðum til að reyna að bæta og laga og bara þannig að það sé engin miskilningur. Ég var sem alls ekki að tala um það eitthvað að fara að taka hinn samtökin upp, heldur bara spurningin um það hvaða leið vænlegust til þess að bæta hag sveitarfélagana í þessu samskiptum. Nú þekki ég bara ekki nægilega vel rekstur þessara óhagnaðardrifnu félaga út Kvippinn og Kvappinn í aðraðan þó á höfuðborgarsvæðinu, trúi ég. Hvaða möguleika þau hafa til þess að bæta þennan halla sem augljóslega á þessu. Þau hljóta að hafa einhverja aðra leiðir heldur sveitarfélagin, þannig að við hefum kannski örlítið annara hagsmuna að gæta líka til viðbótar við hina sameiginlegu hagsmuna. Takk fyrir hérna, Ragnar, við höfum að fá að svara þessu út frá sinni þekkingu, gjörðu svo, Ragnar. Ekki þriðja? Það má svara. Ekki fyrir það sækir, er það? Nei, svara. Já, það ánægilegt að heyra, við erum fullkomlega sammála þetta og ég tók þessu sem alls enga gagnrýni. Ég vildi bara skýra út þetta samstarf sem að hefði verið á milli sambandsins og samtakana sem mjög mikilvægt og þau saman hafa lagt í þá vinnu við að kostnaðargreina rekstur hjúkrunarheimila landsins og staðan einfaldlega þannig og verður þannig áfram að 80% hjúkrunarheimilana býr við rekstrarhalla. Og í greiningarvinnu sem KPMG fór í að miða við þá kröfugerð heilbrigðisráðuneytisins sem að setur á hjúkrunarheimilin að þá vantar það bil 40% í rekstrargrunnin til þess að sé hægt að halda uppi eðlilegri starfsemi. Og við fáum aldrei innan hjúkrunarheimila sveitarfélagana svör það hvaða þjónustu þau eiga í rauninni að veita. Og við þekkjum það víða land að þessi tilteknu heimili hafa verið að breytast frá því að vera dvalarrými og í það að vera hjúkrunarheimili með öllum þeim kröfum sem því fylgir og þar að auki hjúkrunarþyngd þessa heimila að breytast mjög mikið. Allt frá því að hér fyrir ekki svo mörgum árum að þá voru íbúar þessara heimila í það bil 10 ár og jafnvel lengur. Núna meðaltími íbúa á hjúkrunarheimili 1,9 ár. Þannig gefur að skilja að fólk að koma mun seinna inn og í mörgum tilfellum veikara. Það auðvitað eykur gríðarlega rekstrakostnað þessara heimila. Og svo varðandi það það í núverandi samningum verið að skoða smæðarálagi sem að vonandi verður til þess að rétta hlut minni hjúkrunarheimila en rekstrarvandi þeirra mun meiri heldur en þeirra sem eru stærri og svarar ákveðnu leyti þessari svo ég geti svona upplýst Einar það að þessi heimili sem eru óhagnaðardrifin þau eru einfallega bara með þá reglu og þau reka ekki heimili sem eru með færri íbúa en 60 og þau eru bara einfallega búin að reikna það út að þar eru sársaukamörkin að mestu leyti þó svo að mörg hver glíma við mikinn vanda. Takk fyrir Ragnar, Eydís Ásmundsdóttir við orðið gerðsveitis. Forseti, það að koma hérna inn á sama lið 15 í fundagerð 647 að það þetta bara líka svo mikið það ekkert jafnrétti í rekstri hjúkrunarheimila og það þetta það sem við þekkjum að sem sveitarfélag sem erum að reka hjúkrunarheimilin okkar á daggjöldum á meðan að það eru önnur sveitarfélag sem eru á fjárlögum. Þannig að þetta mjög mikið mikið óréttlæti og lítið jafnræði þetta á milli í rekstri. Hvað er Eydís og hvað með aðeins hljóðs líka undir þessu og því að við vorum kom frá Einari tók sæti nú sem varamaður í stjórn SSA á fundi í vikunni sem var haldinn á Vopnafirði
þar rekur sveitafélagið lítið hjúkrunarheimili, Sundabúð. Það sem reksturinn er verulega erfiður fyrir það sveitafélag og eins og Ragnar kom inn á honum þetta með smæðarálæðis þetta sannlega að skoða þar og við þekkjum öll okkar náttúrulega sögu hér, við höfum verið að leggja hjúkrunarheimilum okkar til fé, bara til þess að geta haldið þeim rekstri því við viljum þetta halda vel utan þá íbúa okkur sem þurfa að nota á hjúkrunarheimili og höfum ekki haft erindi sem við í því að fá það leiðrétt. Og þetta svona gegnum gangut og Ragnar fór ágætlega hér í gegnum og eins Einar kannski þá hugmyndi sem að sveitafélagin við verum líka og taka þá umræðin inn í sambandi sveitafélag að reyna að þrýsta ennþá harðar. Það eru sveitafélag sem þetta eru bara að skoða í Mosfellsbær bara mjög mikil skoðun á sínum rekstri og hvað þeir gera með það. Þeir hafa svona bara lýst yfir að ég held þessu hálfbyrði að þeir muni bara jafnvel skila þessum rekstri af sér. Og eins og komum við Eydísi, það á sama tíma það líka þessi munur milli sveitafélag og þá ég ekki á nokkurn hátt að kenna neinum sveitafélag það að síðan eru þetta hjúkrunarheimili sem rekin eru með öðrum formerkjum innan veggja eða sérst innan ramma heilbrigðis eða umdæmissvæðanna sem líka þá og er þá koma fjárlögum. Þannig að þetta er búið að taka allt og langan tíma og lýsing þessar fólks sem hér kom til að kynna okkur þessi mál hjá samtökum fyrirtækja velferðarþjónustu raunverulega þennan nauðungarsamninga sem sjúkratryggingar setja svo á í fyrra er náttúrulega enga veginn á þann hátt sem maður vilja að heyra eða sjá slíka samningagerð milli ríkis sveitafélaga. Hún er náttúrulega vægast stórfurleg og tilkynna mönnum það rétt fyrir áramót að annarkvæmt skrifir undir eða þeir fá ekki viðbætur. Þannig að þetta er ekki gott og við erum sammála það hér og annars staðar og við munum örugglega taka þá umræðu áfram inn á vettvangi sveitafélagana. En það var ekki fleira sem ég vildi segja, orðið er laust, er einhver þessi ljós. Svo verðist ekki vera þá berja fundagerðir bæjarráðs. Þeir sagði þetta, þeir sagði ekki með skemerki, þær eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá var einhverjum fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 250, orðið er laust hana, Einar Már Sigurðarson, gjörðu svo vel. Forseti örfá orðum þessa fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar. Nokkur mál þarna sem eru í fundargerð síðasta fundar sem ekki er hér að vera þá á næsta bæjarstjórnarfundi, þannig að ég vísa nú til þess og vísa til orða Eydísar varðandi vottun gervigrasins í Fjarðabyggðarhöllinni. Við erum samt með það bara í vinnslu og það verður vonandi klárað svona okkar hálfu á næsta fundi. Það sem ég ætlaði þó aðalega fjallum og vekja athygli á er 10. liður fundargerðarinnar endurskoðun aðalskipulagsins. Það er mikilvægt að nefndarformenn sé á vaktinni varðandi það að fara yfir þann hluta aðalskipulagsins sem heyrir undir aðra nefndir. Það er búið að senda þetta sem á aðra nefndir, aðra fagnefndir hjá sveitafélaginu til þess að þau fari yfir þá kafla sem að snúa þeim, þannig að það sé til dæmis bara leiðrétt það sem þar er rangt eða hefur breyst frá því að skipulagið var sett, sem er auðvitað víða töluvert mikið og eins að komi ábendingar þá þætti sem að viðkomandi nefndir telja nauðsynlegt að sé skoðað í samhengi við endurskoðun aðalskipulagsins sem að heyrir undir nefndirnar. Þannig að þetta er samt í vinnslu, það er núna verið að reyna að hraða þessu eins og kostur er, þannig að við getum sett svona þetta formlega fram þetta er auðvitað altså gögnin sem að sendur á nefndinar eru auðvitað trúnaðargögn á meðan það er vinnsluskjal og síðan verður auðvitað sett í loftið bara og opið fyrir almenning til þess að fara yfir og gera athugasemdir við. Þess er mikilvægt að nefndir reynir svona að hraða þessu eins og kostur er. Það er einar fleiri hverðs ljóðsundir eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Svo virðist ekki vera, ég ber hann til samþykktar og hún sagði þetta með 9 atkvæðum. Það var næst fundi að gera Hafnarstjórnum með 234 og 235 tekna saman til atkvæðagreiðslu. Leði ég opna mælendaskrá og skattum að taka stutt til máls undir 2 liðum í 235, fundi ekki 235. Og fyrst þannig efnistæki Norðfjarðarflóa Hellisfjörður. Hafnarstjórn hefur verið eins og þið þekkið heillengi í ferli með að sækja með leyfi til efnistöku af hafsbotni sem við hefum gert áður í gegnum tíðina. Og maður þekkir þá svo alla hversu óhóflega hefur dregist að fá leyfi frá Orkustofnun
slíkt og mönnum með ferskum minni hér til þess við Eyri á Reyðarfirði sem loksins er komið en var, já við skulum orða það, mörgum mánuðum og seint á ferðinni sem við gerðum okkur verulega erfitt fyrir því að og meðan mistum við aðeins úr landi sem voru hér á markaði á Íslandi í að dæla upp sjó. Við höfum verið að vinna núna efnistöku heimildir eða rannsóknum sem tengjast efnistökusvæðum í Norðfjarðarflóanum og vorum þar að horfa á Hellisjó sérstaklega og vorum að fá gögn niðurstöðu þeirra rannsóknum sem gerða voru í sumar sem fyrir í tengslum við þetta leyfi frá Skipulagsstofnun. Við samþyktum að leita tilboði borgjarnatöku núna, ekki bara þarna heldur á fleiri stöðum. Við erum bara að horfa á fleiri staði Norðfjarðarflóan sem hugsanlega álitlegri heldur Hellsfjörður. Það er hættið að ýmis takmarkanir á því að við náum efnistökuleyfi Hellsfjörður, þannig að við höfum sett það svolítið til hliðar eða dregið úr því og horfum á fleiri svæði en verður áfram inn í þessu heildarmati sem við nú leggja fram allan Norðfjarðarflóan. En þar erum við sérstaklega að horfa á svæði sunnan verði í Norðfirði sem hugsanlega það meiri efnistöku möguleikar og það ekki að finna heldur lifandi kóralþörunga sem að finna í Hellisfirði í virðist vera í töluverðu magni. Þannig að síðan einnig fólum við verkefnastjóra og að meta þörf fyrir efnistöku vegna hafnarframkvæmda í Fjarðabyggð næstu 5 árin, svona það sem við sjáum fyrir okkur, við vitum að það getur nú breyst hratt og verkefni stækka en við vitum samt að við munum þurfa töluvert efnismagn í tengslum við hafnargerð á Eskifirði. Við erum hér út á Mjóeyrarhöfn, við þurfum að fara þar í töluvert umfangsmiklar aðgerðir til að dæla upp efni til þess að stækka þá höfn. Þannig að við viljum svona aðeins að við út frá þeim gögnum og þeim sem við höfum núna að meta þessa þörf og líka þá möguleika sem við höfum á landi því að við sjáum það að efnistækki sjó þetta er verulega seinlegt ferli að fá ýmsum annmörkum háð. Þannig að við ætlum að skoða það að þetta eigum við höfum nú fengið leyfi við efnistökun á Eyri sem mun nýtast okkur við gerð Mjóeyrarhafnar hérna út á Reyðarfirði en að því náttúrulega við fáum tilboð í og sjódælingu eða frá aðilum sem eru með skiptiði sem eru þá ásættanleg. Þannig að þetta er áfram til skoðan að vera tekið fyrir næstu fundum nefndarinnar. Síðan bara vekja athygli á því að við gerðum hana breytingu á nafni Hafnarsins Fjarðabyggðar, þannig að það verið Fjarðabyggðarhafni sem tengist kennitölunni. Við höfum notað það Fjarðabyggðarhafni mjög lengi í öll okkur kynningarefni en kennitalinn er tengd Hafnarsins Fjarðabyggðar. Þannig að þetta er nú óveruleg breyting en enga síður þannig að þetta nafn verið þá notað. En það var ekki fleiri, ég fundi ekki á Hafnarstjórnar, vilja fleiri hvað þessi hljóðs. Svo virðist ekki verið, ég ber þar upp, ég sagði þetta. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð fræðslunefndar númer 78. Leðið okkur mæliska óskættir að fá að kveða með hvað östutt hljóðsundi fundagerð fræðslunefndar, kannski í tengslum við. Sem við sáum þá er hér svo sem umfangsmikil fræðslunefnd vinnur að umfangsmiklu málum sem við þekkjum, en okkar stærsti málaflokkur, einn af okkar stærstu málaflokkum og eru hér ýmsar reglur sem hefur voru að fara yfir og eru hér sérstaklega til afgreiðslu eftir sem eru svona efnislega breytingar, kannski ekki miklar en ákveðna breytingar samt sem þar eru. Jafnframt sem eru bara að vinna sérstaklega að málefnum leikskólanum og við höfum rættum hér á síðasta fundi um aðgerðir sem þeim tengjast. En ég vil í tengslum við þessa umfjöllun um reglur kannski vekja athygli og tengja það umfjöllun sem nú er sem er mjög ánægjulegt að sjá. Alþýðusamband Íslands hefur verið að taka núna kannanir á gjaldtöku sveitarfélagana í tengslum við fræðslumálaflokkin og var nú daginn sem ég sá í fjölmiðlum tengslum við leikskólagjöld þar sem við erum svona í lægri kanti sem var mjög ánægjulegt en nú voru það skólamáltíðir og skólavistun og Fjarðabyggð er langlægsta sveitarfélag á Íslandi. Það munar hvorki meira né minna en 70% á milli sveitarfélagi í þeim efnum. En það er þetta mjög ánægjulegt og sýnir okkur að við erum að gera vel við fjölskyldufólk hjá okkur sem er mjög jákvætt. Þannig að hér er að finna lægstu gjöld á landinu hvað varðar þessa og það er ánægjulegt að sjá í tengslum við þessi umfjöllun um þessi mál sem hér eru undir hjá fræðslunefnd. En það var ekki fleira sem vildi koma, bara hvetja bæjarfulltrúa að kynna sér þetta er í fjölmiðlum núna og er inni á Alþýðusamband Íslands asi.is. Orðið laust fundagerð fræðslunefndar. Ragnar Sigurðsson, gerðu svo vel.
Já, fundargerð fræðslunefndar nr. 78, það er ánægilegt eins og Jón Björn kom inn á, við séum í lægri kantinum í gjöldum hér í sveitafélaginu, en varðandi lið 7.2 að þá er opið bréf til bæjarstjórnar og fræðslunefndar Fjarðabyggðar frá foreldrafélagi leikskólan sérna á Reyðarfirði vegna manneklu í leikskólanum og það eru þungar áhyggjur á Reyðarfirði einhver vegna þess að foreldrar eins á barna sem áttu vona á skólavist í leikskólanum hérna á Reyðarfirði á þessu ári hafa fengið skilaboðum það að það verði ekki hægt að taka við þeim og þau munu þurfa að fara því á Fáskrúðsfjörð og vera þar í leikskólan og þetta er nú svona eitt af því sem að við höfum getað státað stolt af og getum státað stolt af að geta tekið við eins ás börnum í leikskólanum okkar. Það er ekki öll sveitarfélög sem geta það og hefur verið svona eitt af því sem að við höfum getað haldið á lofti í samkeppni góða þjónustu við önnur sveitarfélög og ég veit til þess að fullt af fjölskyldu fólki hefur valið hér búsetu einmitt vegna þessa og ég held að þetta sé svona eitt af þeim forgangsmálum sem að við ættum að hafa að tryggja þessa stöðu áfram og forgangsaða þannig að við náum áfram að taka á móti eins ás börnum í leikskólum okkar og þetta er ekki einfalt mál, ég ger mér alveg grein fyrir því, þarna blandast inn í starfsaðstæður, kjarasamningar og launakjör leikskólakennara og þar er vissulega ekkert einfalt, það er auðvitað verið að gera kjarasamninga með lífskjarasamningin svona sem ramma utanum kjarasamningana og það er auðvitað mjög erfitt að fara út fyrir það öðruvísi en að það færi einhvers konar höfrungahlaup af stað en ég held að ég geti nú sagt það og tali fyrir munn ansi margra að ef einhver stétt ætti að taka út fyrir sviga og þær gætu eflaust verið mjög margar og ég veit að það eru mjög margir sem að telja sig eiga að passa þar inn í en ég held að kjarasamninga leikskólakennara þurfi alveg sérstaka skoðun en það er ekki einfalt mál en þetta er verulegt áhugjefni. Ragnar Eydís Ásbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Ég tek undir það, liður 7.2 að þetta er mikið áhugjefni að hvað hefur gengið illa að manna leikskólan en þetta er ekki bara einsdæmi við leikskólan hér, þetta er á landsvísu og bæði að geta manna leikskólana og vera með fagfólk til starfa og ég veit að fræðslunefnd hefur rætt mikið þetta og við og til þess að reyna að bæta úr og við tókum þetta umræði á síðasta fundi að þá samþykktum við reglur námsstyrki til þeirra starfsmanna Fjarðabyggðar sem stunda nám í leikskólafræði og sem sagt að auka svigrúmið meðal annars að fólk getur haldið launum í námslotum og vinni þá meðan við 50% starf að lágmarki og skuldbindi sig þá hér til starfa hjá sveitarfélaginu eftir að hafa lokið námi. Þá við fjölguðum skipulagsdögum úr 5 í 6 og til að styðja við faglegt starf og einnig var forfallatímum fjölgað. Þannig þetta er verkefni sem við þurfum að fara í og þetta er bara alvarlegt mál og vonum að við förum að sjá okkur á betri tíma í þessu. En ég tek undir það að þetta er áhyggjefni. Takk að þið fyrir Eydís, orðið er laust. Fundi ekki fræðslendar, Einar Már, gjörðu svo vel. Forseti, það er vissulega mikið áhugjefni þegar að ekki er hægt að taka við
öllum þeim börnum sem að sækja í leikskólum hjá okkur og það þetta alveg sérstakt áhugjefni þegar það vegna þess að við fáum ekki starfsfólk til að vera í vinnu og þá hljótum við að huga því hvað það sem veldur því að það vantar fólk til þess að starfa. Ég alveg klár á því að eitt af því eru launamál. Það alveg klárt. Við höfum hort fram á það því miður núna í ansi mörg ára að sérstaklega ófaglært fólk hjá sveitarfélögum hefur lent í því að verða lægstlaunaði hópurinn bara í samfélaginu. Það auðvitað sérstaklega áhugjefni því að við erum auðvitað með töluvert og byggjum leikskóla bara landinu almennt töluvert mikið á vinnuframlagi slíks fólks. Síðan það auðvitað faglæra fólkið þar sem að því miður þá hefur hallað frekar á og það ekki búið að ganga frá þær lausir samningar eins og við vitum við opinbera starfsmenn meira og minna. Þannig að það á eftir að loka og búið að taka auðvitað allt á langan tíma en vonandi rætist úr því. En ég held að sé ekki bara þetta, ég held að sé fleira og ég hef tekið eftir því að núna hafa stéttarfélög leikskólakennarar til dæmis allt í einu og ég vil orða það þannig allt í einu vegna þess að það var ekki þannig farið að velta fyrir sér ákveðin að hætta því að nú komið eitt starfsleyfi heitir það ekki, hvað heitir þetta? Leyfisbréf, eitt leyfisbréf á skólastigin öll 3 sem ég persónulega tel hefði átt að vera löngu komið en það hefði verið ákveðin andstaða sérhyggjuhópa sem hafi verið að reyna að verja sig, leikskólakennarar hafa ekki tekið þátt í því en nú áttaði sig á því að það getur verið hætta að leikskólakennarar leiti frekar upp í grunnskólana eða niður eftir hvernig við lítum á kerfið. Ég hef nú verið þeirra skoðunar að ef við þurfum að hafa mjög mismunandi laun þá ættu leikskólakennarar að vera hæst launuðu kennarar í skólum. Því að það grunnurinn og það sem að klikkar þar, það miklu erfiðara við að eiga, heldur en ef vel tekst til. En það líka vinnutíminn sem í leikskólanum hjá okkur, það hefur einhvern veginn sitið eftir og mér skilst að það sé það sem að leikskólakennarar eru helst kannski og starfsfólk í leikskólum að sækja í. Það öðruvísi vinnutími, vinnuaðstaða í grunnskólum, þannig ekki í framhaldsskólum, miðað við í leikskólum. Þannig að það þarf að finna sameiginlega leið til þess að reyna að koma til móts við fólkið í leikskólum. Við sem höfum starfað mikið í grunnskólum vitum til dæmis að og framhaldsskólum, það reglulegt hlé sem starfsfólk fær á vinnudeginu, mjög reglulegt. Þetta hlé líka í leikskólunum en það allt öðruvísi og ekki með sama hætti. Skipulagsdagarnir afar gott að fjölga þeim, en það líka undirbúningstíminn og við þekkjum það í kjarasamningu bæði framhalds- og grunnskólakennara að það reiknað inn gífurlega hátt hlutfallur að vera til undirbúnings með við leikskólakennara. Þannig að allt þetta þarf að skoða en þetta kallar auðvitað á það að það vantar fleira fólk og þegar við fáum ekki einu sinni fleira fólk þá sjáum við að vandinn er töluvert flókin. En það náttúrulega með þetta mál eins og öll önnur það þetta til lausnir en með verða þá að setjast niður og vinna sameiginlega af því að finna þær. Því að öðruvísi finnast þær ekki. Þær finnast ekki einhliða öðrum megin við þetta. Það eru bæði rekstraraðilarnir og svo fólki sjálft sem að vinna þessi störf. Þetta þurfa allir að koma saman að borði og finna lausnir og hugsanlega þarf að gera einhverja tilraunir. Það ekki endilega til dæmis víst að það séu sömu lausnir allstaðar. Það getur vel verið að séu alls konar tilbrigði við lausnirnar. En menn þurfa bara að leita þeirra og gera það sameiginlega því að það síst af öllu sem nokkuð maður vill að vandi þessi bitni á börnunum. En því miður eru það þau sem eru þetta sá endi sem að kannski stendur það út af eins og við sjáum þegar þau komast ekki að í leikskólanum. Og það þurfum við að finna lausn á og því fyrir því betra. Gaðrinar, orðið laust, Eydís Ásbjörnsdóttir beðum orðið, Gensveldis. Forseti, ég ætla að koma aðeins inn á lið 76 og sambandi við reglur skólakörfi og annað. Það sem Jón Björn kom inn á þann og fagna niðurstöðu úr nýrri verðlagskönnun ASÍ, þar sem Fjarðabyggð við erum með lægstu skólagjöld á landsvísu og sem afar ánægilegt og nýtist best mörgum fjölskyldum. Og við því má bæta
að 1. ágúst næstkomandi þá mun þessi gjöld lækka enn meira þegar skólamáltíðir mun lækka niður í 150 krónur úr 300 krónum. Það er orðið laust. Fundi ekki fræðslendar, engin guðis ljós, ég ber nætti saðendar, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er hér næst á dagskrá fundi gerð íþrótt tónstöðundum að 68, orðið laust hana. Engin guðis ljós, ég ber hana upp til saðendar, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er að fundi gerð menningar og nýsköpunarnefndar nr. 21, orðið laust hana. Engin guðis ljós, ég ber nætti saðendar, hún er samþykkt með 9 atkvæði. Þá er að næst fundagerð félagsmálanefndar, áðurinn tek hana til umfjöllunar hefur Ragnar Sigurðsson vakið athygli mína á málhæmi sínu vegna starfa fyrir hjúkrunarheimilin á liðum 1, 2 og 3 í fundagerðinni. Þannig að við munum taka þá liði sérstaklega til umfjöllunar og atkvæðagreiðslu hér á eftir en taka fundagerðin þá fyrst fyrir ef enginn hreyfir því andmælum eða efast vanhæfans, svo er ekki, þá er fundagerðin til umfjöllunar að undanskildum þessum liðum. Engin kveðis ljós, ég ber það eftir saðendar. Það er saðend með 9 atkvæðum, þá mun ég taka liði 1, 2 og 3 til umfjöllunar á Ragnar Sigurðsson víkur á fundi. Orðið laust þessa liði, vill einhver kveðis ljós þá. Svo virðist ekki verið ber það eftir saðendar, þeir eru saðendir með 8 atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson ganga aftur í sal og við erum komin í liðin almenn mál og þar er fyrsti liður þar er fjárhagsáætlun 2019 því að það verið að ganga frá þar eins og lög gera fyrir janúar á nýju ári og þetta er viðauki 7 sem er vísa hér til staðfestinga bæjarsnar og frá bæjaráði og alveg þar laðið fram og leið og ég opna mælska og mun ég mæla fyrir viðaukanum. Viðauki þessi er í 4 liðum og fyrsti liður þar er annars er útskipting svo kallast veikindapotts eða ráðstöfun á veikindalaunapotti af sameiginlegum kostnaði. Það er búið að fara yfir eða skipta honum hér út eftir stofnunum og menn sjá þar þá skiptingu sem þarna er. Þetta er 12 milljóna króna pottur. Þessi ráðstöfun er engin áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar þar sem búið var að gera ráð fyrir þessum fjármunum í fjárhagsáætlunar en þeim er skipt út í árslok eftir svona niðurstöður rekstrar deildana hjá okkur. Þá er það næst liður óviss útgjöld sem bæjaráð Fjarðabyggðar hefur til ráðstöfunar og hefur samþykkt eftirfarandi ráðstafanir upp á 3.760.000 sem er vegna annars vegar verkefnis JAPIS sem er félag eldri borgara á Suðurfjörðum, framlag til bókakaupa sem þetta var til bókasafnun okkar, björgunarklippur vegna slökkuliðs og styrkur til Krabbameinsfélags Austurfjarða upp á 600.000, þetta er samanlagt upp á 3.760.000. Þessi ráðstöfun hefur engin áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar þar sem við vorum áætla meira fé í óviss útgjöld sem við gerum á hverju ári en svo bara þetta nýtum það sem við teljum þurfa til. Þá er hér einnig leiðrétting á millifærslum sem á sér stað vegna eignasjóðs, vegna gjaldfærslu leikskólanum Lyngholti, vegna flutnings félagslundar í rekstur skólans. Tekjur eignasjóðs lækka móti, þarna er lagt til að lækka innri húsalegu til samræmis við ofangreindar breytingar á færslum og ráðstöfun hækkar rekstrarniðurstöðu aðalsjóðs 2,8, lækka tekjur eignasjóðs 10,2 og heildarniðurstöðu aðalhluta sveitsjóðs lækkar 7,5. Þetta eru reiknaðar stærðir sem er að færa til rétts. En síðan náttúrulega það verkefni sem er það umfangsmest í þessum viðauka sem er ljósleiðara verkefni. Þetta er samantekt á þeim verkefni sem við unnið nokkuð langt skeið. Hófum framkvæmdir og byrjun þeirra 2016 og raun og veru á byrjun árs 2015 það er annars vegar Suðurfjarðarverkefnið, lagning ljósleiðara með frá ströndinni frá Stöðvarfirði á botni Reyðarfjarðar. Þetta verkefni var unnið í samvinnu við Orkufjarðaskipti sem samhliða lagði ljósleiðara fyrir sína eigin þjónustu og verkefnið lauk á árinu 2019. Mjóafjarðarverkefnið, lagning ljósleiðara á Seyðisfirði og heimili í Mjóafirði í samstarfi við Neyðarlínuna og þið þekkjum nú vel hér það á góða samstarf sem var við Neyðarlínuna og opinbera aðila stjórnvöld. Því er að mestu leyti lokið árið 2019 verður lokið árið 2020 en kannski þáttöku okkar óverulega í þessum lokum. Síðan að Norðfjarðar og Eskifjarðarverkefnið, það er lagning ljósleiðara sveitina á Norðfirði og Eskifirði auk norðanverðs Reyðarfjarðar. Verkefnið er unnið að mílu eftir útboð og því er ekki lokið að fullu en langt komið
og síðan Breiðdalsverkefnið sem Breiðdalshreppur var búinn að hefja, en því áætlað því ljúki núna en megin þungi verkefnisins. Við þekkjum það og við höfum svo sem unnið með þessu að þessi verkefni hafa mörg hver dregist. Það hefur reynd að vinna þau á þann hátt sem best kostur en við höfum verið með það meðvitu síðustu ár að þau myndu verða dýrari heldur en við reiknuðum með, að þau myndu verða með aukinn kostnað. Við höfum gagnrýnt hér áður kannski svona umhaldi á ljóslegar verkefnum hjá Ríkisvaldinu. Við höfum haft ýmsar athugasemdir við það, ekkert bara Fjarðabyggð heldur önnur sveitarfélög, og við gert það inn á sambandi sveitarfélags framvegis. En enga síður mun þetta án efa gera dreifbýlið okkar samkeppnishæfara. Það mun auka náttúrulega verulega lífsgæði þeirra sem það er búa og gera það kleift. Það má segja að stór hluta að dreifbýli Fjarðabyggðar núna betur tengdur heldur en þéttbýlin okkar. Og það næsta verkefni sem við þurfum að takast á, og við höfum nú verið undirbúin nokkur ár og höfum rætt innan stjórnsýslunar að Austfirðir, og þá er ég að tala Austfirði, sérstaklega sitja mjög eftir hvað var að þéttbýlin í tengingum með ljóslegara. Þó við höfum ljósnet sem hefur auðvitað bætt margt, þá það vantar verulega upp og þar þurfum við að taka höndum saman og vinna því að þessum svæðum landsins sem eftir sitja. Sumir mörg hver eru komin með ljóslegarverkefni sem kannski við segja á þessum útþenslusvæðum, en okkur vantar og þetta verður að koma, því að ef við bara tökum nú vinsæla orð fjórðu innbyltinguna sem að koma inn, hún mun ekki fara fram á svæðan sem ekki verður betri tengingar. Þannig að það gerur okkur ennþá brýnna fyrir okkur að takast á við það verkefni. En þessu verkefnum að ljúka, en þau voru á þann hátt kostnaðarsamari og svo sem eins og ég tek fram, bæði á síðasta kjörtímabili nú hafa menn verið meðvitað um það að þetta yrði með þessum hætti, að við myndum fara, við gætum ekki áætlað sem ákveðin leggi ljóslegarlagningar hafa tafist mjög vegna leyfismála, vegna erfiðari landsvæða og svo framvegis, þá jarðfræðilega þátta, að það í þessu 65 milljóna króna hækkun á málaflokknum atvinnumál sem lækkar rekstrarniðurstaða aðalsjóðs þá sem þekkja sömu upphæð. Handbært fé sem lækkun 72 milljónir rúmar á árinu 2019 frá fjárhagsáætlun ársins sem verður neikvætt 23. Rétt að taka fram að tekjur okkar eru meiri, en við megum ekki færa það inn vegna þess að við megum ekki færa lengur inn tekjur sem verða meiri í niðurstöðu eins og hér, nema að kemur fram í ársreikningi svo, heldur en saðið fjárhagsáætlun nema þessu tilkonum vegna samþykkta bæjarstjórnar. Handbært fé aðalsjóðs 109 milljónir í árslok, þó regluverki leiði til þess að svo sýnist eins og fjármálastýrið segir að handbært fé verður 130 milljónir króna lægra. Þannig að það rétt að hafa það í huga, en enga síður hér þessi viðauki lagði fram, og það að ræða stærstu hluti hans sem til breyting eru 65 milljónir vegna áðurgreinda 4 ljóslegarverkefna. Orðið lustunni ykkar. Einar Már, ertu að biðja um orðið? Já, gerðu svo Einar Már. Forseti, það er bara til þess að vekja athygli á hlutum sem við höfum oft rætt hér, hvernig hallar á sveitarfélögin í samskiptum við ríkisvaldið. Hérna erum við með afskaplega skýrt dæmi sem ljósleiðaravæðingin. Ég man ekki betur en að einhverjir ráðherra sem að forseti getur kannski hjálpa mér að rifja upp hverjir voru, slóðu sér á brjóst og tilkynntu að nú myndi Ísland vera ljósleiðaravætt og allt á kostnað ríkisins. Því miður þá hefur það nú ekki ræst. Ljósleiðaravæðingin hefur að stórum hluta til verið á kostnað sveitarfélagana. Það var athyglisvert að taka þetta saman. Fyrsta lagi hjá okkur, hvað er heildar sem ágjöruflókið, hver er heildarkostnaður okkar af þessum, hver er heildarkostnaður allra sveitarfélaga í landinu og hversu hátt hlutfall er þessum sveitarfélagin eru þarandi búin að borga í þessu. Sko, látu nú vera þó að einhverjir ráðherra hafi gleymt sér svona í miklum glansleikum það hvað þeir ætlu að gera í framtíðinu og vitandi það þeir gætu afsaka sig með því að þeir yrðu að sjálfsögðu ekki við völd allan tíman. En mér þykir verst þegar að sumir núverandi ráðherrar eru jafnvel að hæla sér af því hversu vel hafi gengið. En bæta því ekki við og mega sveitarfélögin hafa þökk fyrir hversu vel þau hafa staðið sig. Þakka fyrir Einar. Ég gera þetta beina orðum til mín sem framsóknarmanns af því að formaður framsóknarflokksins þú ert einn af þeim sem þú ert að benda á ásamt náttúrulega fyrrverandi forsætisráðherra, nú er þetta formaður Miðflokksins. Ég skal fúslega taka undir, ég hef gagnrýnt það við þá
ég er svo lítið háður flokksblindu sko, og það var gert á vettvangi sveitarfélaganna og þannig var eflaust verkefni sett upp á sín tíma, að það væri á vettvangi ríkisins að gera það, síðan var farin þessi útboðsleið sem varð ofan á endanum og við höfum gagnrýnt það að sveitarfélögin þverpólitískt að við teljum að það hafi hallað mjög á sveitarfélögin í þessum efnum. Mörg hver endan kannski nutu þessa í smæðarálögum eitthvað svo leiðis. Þannig að ég hef hlífi honum í engu samgöngu sveitarstjórnarráðherra með það. En ég get svo sem líka tekið undir bæði með honum og formanni Miðflokksins líka sem kynntu þetta sem þá var forsætisráðherra, að það er líka komið ljósleiðaravæðing á Íslandi og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt þó svo að sveitarfélagin hafi þetta að leggja mikið á sig og það er ekkert síður mikilvægt en við höfum viljað sjá þetta öðruvísi fjármagnað, það erum við öll sammálum sem erum í sveitarstjórnum, það er ekki spurning, þeir fá ekkert að sleppa við það, örugglega ekki og ekki neinn ráðherra því að þetta hafa fleira þessu komið pólitíkusar og ýmsum flokkum sem hafa stað á bak við þetta verkefni og vilja ýta því áfram. En orðið laust viðaukann. Engi kveðs ljós, ég ber hann eftir Sanðendar, hann er Sanðendar með 9 atkvæða. Þá erum við næst komin í verklagsreglur, það er liður 12, heiklif breyting á aðalskipulagi ferðaþjónusta. Komið hér frá eignaskipulags- og umhverfisnefnd og hefur farið einnig fyrir bæjarráð. Það er lögð fram tillaga breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027. Gerir ráð fyrir notkun landbúnaðarsvæðis við Heykleif og Kambanir sem við sunnanverða Stöðvarfjörð verði breytt þannig að gert verði ráð fyrir uppbyggingu ferðaþjónustusvæðinu. Eins og áður segir eignaskipulags- og samþykkt sitt leyti að auglýsa tillöguna samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 en vísar að sjálfsögðu eðlilegri afgreiðslu hingað. Orðið laust þessa tillögu að setja þetta í auglýsingaferli. Engin kveðs ljós, ég ber þetta til Sanðendar. Það er Sanðendar með 9 atkvæðum. Þá eru konið verklagsreglur skóladagatala. Hér er vísað á bæjarráði til staðfestingar bæjarstjórnar drögum að verklagsreglum gerð skóladagatala sem hafa náttúrulega áður verið samþykkt á síðasta fundi fræðslunefndar sem var hér sú fundagerðir áðan til umfjöllunar. En á hverju ári samþykki fræðslunefnd lögum samkvæmt skóladagatal leik-, grunn- og tónlistarskóla í Fjarðabyggð. Til þess að gera undirbúningsvinnu við gerð skóladagatala markvissan og ákvæða sem er verklagsreglur þetta vinnuferli og var fyrirmyndir sótt til Sveitarfélags Akureyrar sem sett sér verklagsreglur á síðasta ári sem kemur fram í minnisblaði fræðstjóra sem fylgir þessu máli. Orðið er laust þessar verklagsreglur. Engin kveðs ljós, ég ber þetta Sanðendar. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá eru næst komin í reglunum leikskóla. Þetta er sömuleiðis vísa til staðfestingar bæjarstjórnar endurskoðunarreglum. Taka fram eftir, endurskoðunarreglur leikskóla sem hafa verið vegna breytinga á starfsáætlun í fræðslumálum hjá Fjarðabyggð fyrir árið 2020. Þess að það sem að þekkja hér að ræða 2 breytingar sem voru gerðar á kaflanum annars vegar skipulagsstöðum með fjölgað 5 í 6 og hins vegar er gerð breyting á tilhögun lengra sumarleyfi, það er að 6 eða 8 vegna sumarleyfi nemanda hátt að nú þarf lengt sumarleyfi ekki vera samfellt, áður þetta að vera samfellt til þess að maður fengi fellt niður gjöld en nú mega forráðamenn taka þessi svona löng sumarleyfi kjósiði þess innan tímabils frá 15. maí og 15. september. Þá falla leikskólagjöldin í 1 mánuð, 1,5 mánuð eða 2 mánuð eftir lengt sumarleyfis. Þannig verður uppfæra regluna með þetta. Þetta var sagðið einnig í fræðslunefnd. Það hefur farið fyrir bæjarráð. Orðið er laust þetta, vill einhverjas ljós. Svo verðist ekki að það betur sagðið með 9 atkvæðum. Þá eru hér næst liður 15 sem eru reglur skólahverfi, umsóknir og innritun í grunnskóla Fjarðabyggðar. Sömuleiðis náttúrulega voru teknar fyrir á síðasta fundi fræðslunefndar og fóru fyrir bæjarráð. Þessar reglur eru umhald skólahverfana sem við þekkja sem eru hér náttúrulega innan hvers byggðakjarna í Fjarðabyggð. Umsóknarferli og innritun í grunnskóla Fjarðabyggðar. Orðið laust þessar reglur vill einhver þessi ljós, svo virðist ekki vera, ég beði Sanðendar. Það er Sanðendar með 9 atkvæðum. Ágætu bæjarfulltrúar, þá er þetta dagskrá bæjarstjórnarfundar í dag tæmd. Bæjarstjórn mun funda í næstu viku, að viku liðin á fimmtudegi í sinni hefðbundna fyrsta fund febrúarmánaðar og komið þá rétt fundaról, svona með við meginregluna sem er 1. og 3. fundagur. Það er gert ráð fyrir fundi með ungmennaráði
Fjarðabyggðar, sameiginlegu sem átt að vera hér í byrjun ás en féll niður vegna þess að vantaði fulltrúi ungmennaráðs sem ekki voru heima. En hér verður ekki fleiri tekið í dag. Ég þakka bæjarfulltrúum og fundarsetjum og segi fundi slíð.